Það til hamingju, þau hafa verið kvennaflokki enn og aftur. Takk fyrir. Herru, hvað segirðu, hvað tíma var? Hvað tíma var? Herru, rétt undir 4:30. Já, þú ert ekki að bæta þig? Nei, ég get nú segið það, ég get séð það. En, flottu tíma og til hamingju. Já, þú veist, með að við hvað voru geggjar aðstæður, þá ég ekki alveg nóg sátt, en ég samt mjög sátt. Já, herru, en hvernig var svona bara þessi góður aðstæður? Var hitinn ekkert að trufla ykkur eða? Nei, bara ekki við neina kvarta sko, þetta var bara fullkomið. Já. Jú, maður svona fann að ég var mjög mikið að kreyfa vatn, þannig ég var mjög dugleg að drekka bara kalt vatn úr ánum og svona, kannski einmitt út af hitanum og svona fann að ég svitnaði mikið, þannig en bara, þetta var bara fullkomin svona veður aðstæður og flottar aðstæður í brautinni. Þægilegasta hlaupi, kannski lögurslaupi hingað til? 2023 er ennþá toppurinn sko. Jú, það var alveg meiri meðvitur þar og já, það er ennþá alveg bestilega verið. Hvernig ertu búin að vera undirbúið? Eitthvað öðruvísi eða búin að gera eitthvað annað í ár heldur en að vera að gera? Þú veist að vera að lenda í meiðslum? Já, ég er svo sem alveg búin að haldast heil þetta árið. En svona síðustu mánuðir hafa verið mjög svipaðir og síðustu ára. Ég er einhvern veginn að blanda öllu saman og vera að keppa braut og á götu og í fjöllunum. Þannig að ég var aldrei aðalfókusin á þetta. En já, svo hugsa mér alltaf á hvað ef ég hefði verið búin að taka fleiri langa túra og fókusa á þetta. En þetta var ekki aðalfókusin í ár. Núna er ég að fara að vera bara safnað hæðametrum og vera vel gíruð í HM í fjallahlaupum. Hvað er framöndan? Það er bara HM í fjallahlaupum. Ég ætla að fara bara að safna grimmt hæðametrum núna. Ég finna að það vantar fjöll og langa fjallatúra í fæturnar hjá mér núna. Herru, bara gangi til hamingju og gangi bara rosa vel. Takk hérlega.